Herðu, nú ætlum við að ræða stríð. Það stríð út allan heim og færist alltaf nær. Við erum náttúrulega með stríð í Evrópu, í Úkraínu, sem allt bendir til þess að muni stigmagnast með einhverjum hætti og eiginlega engar vonir til eða ekkert sjáanleg lausn á því að það muni enda. Alltaf áfram að grafa sig í Evrópu eins og krabbaminn og svo erum við með átök og núna stríð í Ísrael og Gaza. Þar erum við með þjóðarmorð og nú ísraelski herinn búinn að varpa sprengjum á Líbanon og fremja þar ýmiss konar morð, drepa marga, fremja þar hryðjuverk og eru núna á leiðinni inn í landið til þess að aðeins að skilja hvað í gangi og hvert þetta getur leitt hingað komin Tjörfi Schött, plótusnemi í sagnfræði. Velkomin. Herðu, við erum að byrja í Líbanon. Þar einhvers konar innrás hafin, kannski svona takmarkaðri heldur en að búist við fyrst, kannski erfitt að ráða í það. Hvað það sem að Ísraelsmenn ætla sér þarna? Já, þeir hafa lýst yfir að þeir hafi hafið takmarkaða innrás í Líbanon. Þeir lýsa þessu sjálfur sem takmarkaðri innrás. Hljómar eins og hvernig Pútín skilgreindi innrásina í Úkraínu, takmarkaða hernaðaraðgerð. Hann skilgreindi þessi sérstaka hernaðaraðgerð og það vissulega skilgreind sem takmarkað, en þetta mun takmarkaðara því að þetta bara ein herdeild sem þeir eru að nota þarna í þessari, það hægt að kalla það incursion í staðinn fyrir innrás, af því þetta bara ein herdeild sem fer inn í landið, inn fyrir landamærin. Til að valda bara einhverju skaða? Það talaði að þetta sé 98th Paratrooper Division, 98. fallívar herdeildin og nokkur brigades í þeirri deild hafi farið inn. Þetta eru paratroopers, commandos, þetta eru sérsveitir, þetta eru elite hermenn, skilur. Það bendir allt í þess að þetta sé svona afmörkuð sérstök aðgerð en ekki allsherjar innrás. Þá myndir notast við infantry og artilleri og allt það. Til að gera hvað? Til að gera hvað? Nú til þess að herja á Hezbollah samtökunum sem að þeir eru búnir að vera í svona stríði við, því það náttúrulega frá því 7. október í fyrra eru búin að vera átök á landamærunum milli Ísrael og Lebanon og báðar hliðar hafa verið að skjóta sprengjum og eldflugum á hvern annan og það hefur haft það að verkum að Ísrael hefur þurft að brottflytja fullt af íbúum sem að búa þarna í Ísrael við landamæri Líbanon. Það talaði 100.000 manns hafi þurft að flýja heimili sín og flutt sig sunnar í Ísrael og þeir hafa verið að láta mjög mikla pólitíska pressu á Netanyahu og hans ríkisstjórn að gera eitthvað í málunum náttúrulega annarkvort að semja vopnahlé, binda enda átökin á Gaza að því að Hezbollah hafa lýst því yfir að þeir muni halda áfram að skjóta eldflaugum og svo framvegis á Ísrael á meðan þjóðarmorð á Gaza heldur áfram svo lengi sem að það ekki stöðvað af og þá þessi pólitíska pressa á Netanyahu og hans ríkisstjórn að gera eitthvað til þess að leysa úr þessum átökum á landamænum við Líbanon svo að íbúar Ísrael geti snúið aftur til síns heima og það tala að það sé svona ein helsta ástæðan fyrir því að þeir eru að reyna að gera eitthvað núna í málunum og þá maður spyr sig markmiðið að eyða Hezbollah samtökunum eins og þeir lýstu yfir að markmiðið væri að eyða Hamas samtökunum að Gaza. Tóku leiðtogana lífi. Þeir eru að segjast það var ástæðan fyrir þjóðarmorðinu á Gaza væri að ganga milli Bols og Höfuðs og Hamas en það hefur ekki tekist og það hefur engin trú á því að það muni takast. Hamas hefur aldrei verið sterkara, raunverulega. Aldrei haft meiri ítök meðal palestínumanna. Ætlar Netanyahu að segja að sama eigi að gerast með einhverju innrásin í Líbanon, að þeir ætli að bara eyða Hezbollah en því trúir við allan okkur maður. Þannig að þó þetta sé sagt að þá hlýtur að vera eitthvað svona erindi annað í þessu. Já, það alveg stór spurning hvað gengur Ísraelismönnum til og ríkisstjórn Netanyahu með þessari innrás og það margt það að segja og sumir vilja meina að hann með svona öfgamenn í sinni ríkisstjórn, hann alltaf sjálfur öfgamaður og svo hann með ennþá öfgafyllri svona fanatics í sinni ríkisstjórn og sumir vilja meina að þeir líta svo á að þessi bara stefni í einhvers konar heimsenda. Þeir vilja bara
þeir sko vilja ólmur komast í stríð í Íran sem að þeir líta á sem rót alls ills og sem bakkjarl sko ekki bara Hezbollah samtakana í Líbanon heldur einnig Hamas sko. Og reyna sko draga Íran inn í stríðið af því Íran styðja Hezbollah að Íran myndi þá senda hersveitir eða eitthvað til Líbanon sko. Og með þessu myndi sko Netanyahu komast í stríð sko við Íran fyrst með því að ráðast á Hezbollah í Líbanon og þá myndu Bandaríkin dragast inn í stríð í Íran og þetta einhvers konar apokalyptísk átök skiluru milli góðs og íls til þess að einhvern veginn leysa vandamál Ísraels á svæðinu bara fyrir fullt og allt sko. Sumir vilja meina að þetta sé eitthvað svona dæmi sko. Og þetta hljómar að maður heyrt þessar raddir til dæmis í Eystrasaltslöndunum að það sé ekkert öryggi í Eystrasaltslöndunum fyrir að það er búið að brjóta Rússland eiginlega bak aftur helst að brjóta það upp. Þannig að það er einhverjar sambærilegar hugmyndir sem eru í Ísrael að það verður aldrei neitt öryggi í Ísrael á meðan að Íran er til í þeirri mynd sem er núna. Þannig að við erum komið svo langt inn í þetta stríð að það er best að bara fara með það nógu langt í vonum það að það geti leitt til þess að Íran verði bara brotið á bak aftur. Og til þess að það gerist, að við getum ekki gert það einir, þannig að þá verðum við að stilla þessu þannig upp að Bandaríkin drægist inn í stríðið og það verði eiginlega stríð á milli Bandaríkjanna og Íran. Þetta er eiginlega, í Úkraínu er þetta sömuleyti sambærileg hugsun að þeir vilja alltaf fara lengra, búa einhvern veginn til þannig hútana að það verði ansvar frá Rússum sem verði svo yfirgengilegt að NATO og helst Bandaríkin drægist inn í stríðið þar. Það sé eiginlega eina leiðin til þess að Úkraína tapi ekki stríðinu. Er þetta einhvern veginn? Já, það má líka svo saman á þennan hátt og það sko áoft við þegar það er sko smerra ríki í stríði sem er sko annarkvort háð eða með bakkjarl sem er stórveldi að það vill draga bandamannin stórveldið inn í stríðið með sér af því að það hefur hagað því sko að fá hann til þess að ekki bara til þess að hjálpa sér heldur jafnvel til þess að há stríðið fyrir sig af því að hann er miklu öflugri sko þannig að Úkraína vill draga sko Bandaríkjun og NATO inn í stríðið við Rússland af því að það mun gagnast þeim og á sama hátt vill Ísrael draga sko Bandaríkin sem er þeirra helsti bakkjarl inn í stríð þeirra sko ekki bara við Hezbollah heldur einhvern veginn Netanyahu vonast eftir því að komast í stríð við Íran til þess að loksins einhvern veginn afmá rót alls íls í Miðausturlöndum út sko. Það er ekki endilega hagsmunir Bandaríkjanna eða Bandaríkjastjórnar sem eru alls konar hagsmunir þar, það er líka tengt í hvernig er kosið og alls konar svona hlutir sem er blandast inn í það. En hagsmunir Bandaríkjanna getur verið það að ekki láta draga sig inn í stríð við Íran eða Rússland beint. En hins vegar getur Bandaríkjanna haft hagsmunir á því að stríðin og átökin dragist á langinn. Að þau leiði til þess að Rússland veikist, að þau leiði til þess að Íran veikist, að staða þeirra í Miðausturlöndum sé ekki sterk eða hvað. Já, það er rétt að sko að þetta þjónar ekki endilega hagsmunum Bandaríkjanna og það má spyrja sig hvaða hag þau hafa því að styðja þetta rogue state sem er Ísrael sem er að ganga þarna berserksgang svæði fyrir botni Miðjarðarhafs sko. Það var kannski hagaði líta svo á að það var hagaði bara veikja svæðið í heild og ég meina Bandaríkin hafa verið með þannig utanríkisstefnu í Miðausturlöndum að bara helst að ekkert ríki sé þar sterkt, engin samstaða sé á milli ríkjana, að þau geti svona deilt og drottnað, að það er eiginlega búið að stefna þeirra frá stríði. Já, en sko, það fer eftir sko hvað markmiðið er, af því að núna segja margir í Bandaríkjunum, sem eru mjög áhrifamiklir í Bandaríkjunum, að markmiðið sé sko núna er Kína orðið mesta ógnin sko, því það er orðið svona peer competitor, það er orðið jafnvel stærra hagkerfi til Bandaríkin og þá er talað sko pivot to Asia, skilur að þeir þurfa að fara huga að sko Kína, það er orðið aðal stórveldi til þess að keppa við og þá segja menn sko að þeir eru með hendur sínar bundnar í Miðausturlöndum og í Úkraínu og það sé sko að halda þeim aftur, þeir þurfa sko að binda enda á þessi átök svo þau geti farið að einbeita sér að Kína sko. Þetta er það sem margir segja í Bandaríkjunum. Ef þú túlkar hagsmunir Bandaríkjanna þannig og þá getur þú sagt að þau hafa hagað því að sko stöðva þessi átök sem fyrst og þess vegna hefur náttúrulega Biden verið að tala fyrir vopnahlé og það er ekki bara sko þjóðarhagsmunir Bandaríkjanna, það er hans hagsmunir sko, pólitísku hagsmunir út á kosningunum sko. Þegar hann talar fyrir vopnahlé er einhver merking á baku þetta? Þú veist að sama tíma eru þeir að senda vopn sem eru notuð til þess að efla enn frekar þjóðarmorðið á Gaza, notað til þess að hrekja palestínumenn af Vesturbakkanum og síðan í Líbanon, þar eru meira sem menn að flýja yfir sko til Sýrlands af völdustum.
þá komum við sko að náttúrulega Ísrael lobbyinu, að það eru hérna sko sterkir hópar í Bandaríkjunum sem að sko lobbya mjög sterkt fyrir stuðningi við Ísrael og Bandaríkjaforseti á mjög erfitt með að fara gegn þeim af því þeir náttúrulega sko leggja mjög mikið fé til kosninga og allir stjórnmálamenn sem að sko sérstaklega þingmenn ef að þeir hérna styðja ekki Ísrael þá eru lagðir mjög miklu peningar af þessu samtökum eins og AIPAC sko í mótframbjóti gegn þeim og það farið í bara svona hérna smear campaign gegn þeim og Biden sko lítur svo á og þú sér að Trump að gera það líka, hann með þarna Sheldon Adelson sem hérna lobbyisti fyrir Ísrael að styðja hann marga milljónir dollara. Biden háður skilur stuðningi Ísrael lobbyisins, þannig að hann getur ekki farið á móti þeim. Þannig að sko hann getur sagt viljavopnahlé og það það sem hann hefur verið að segja, en hann getur ekki fylgt í eftir með sko gjörðum, hann getur sagt það, en hann getur ekki sko hætt að senda vopn eða knýjað sko hérna Netanyahu til þess að hætta sem vopnahlé. Hann getur það ekki út af þessum sterku sko ítökum og áhrifum í Bandaríkjunum og Ísrael-lobbyinu, en hann vill það greinilega, það meiti hagnast honum pólitískt. Það bara stendur í Biblíunni að við höfum að horfa á það sem hann gerir, ekki það sem hann segir. Já, nákvæmlega. Það sem hann gerir það sem hann raunverulega vill og það sem hann raunverulega vill að viðhalda þjóðamorðinu og styðja Ísraelsmenn í einhverju tilraun til þess að bara hrekja Palestínumenn út úr. Nei, sko, ég held að hann vilji sko vopnahlé. Málið bara að hann getur það ekki, af því að sko Netanyahu gerir bara það sem honum sýnist og hann veit að hann með Bandaríkin í vasanum, þau styðja hann sama hvað, af því Ísrael lobbyið svo öflugt og það ekki hægt fyrir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum að fara á móti Ísrael lobbyinu. Þá þeim bara, þú veist, þá eiga ekki sens, skilur. En Ísrael bara lítið land og hérna, en Bandaríkin eru öflugasta ríki í heimi, öflugasti her í heimi og máttugasti. Þannig þetta eiginlega svona harmleikur þar sem að sko músin eiginlega búin að taka ljónið á taugum þannig að það gerir eitthvað sem það vill ekki gera. Þetta einhvern veginn... Já, þetta er kallað sko þetta tail wags the dog þetta kallað. Í bókum kaldastríði þá talað að svona, þú veist, það voru stórveldin og þau voru með svona proxies og það átti til dæmis við Suður-Víetnam þegar Bandaríkin voru að styðja ríkisstjórnina Suður-Víetnam að þá fer sko litla ríkið að stjórna stefnu stórveldisins og það kallað sko tail wag the dog það þýðir að sko skotti fer að stjórna hvert hundurinn fer, skilur. það myndlíking sem notað sko. Og það í þessu tilfelli getur verið þannig að sko harðlínu stefna Ísraels sem að Bandaríkjamenn eru neydd til þess að styðja stríðir algjörlega gegn hagsmunum Bandaríkjanna af ýmsum ástæðum. Til dæmis eins og þú varst að nefna áðan að það eru hugmyndirinn í Bandaríkjunum að hinn raunverulegi andstæðingur Bandaríkjanna í heiminum sé Kína og þeir eru að fara að undirbúa sig undir viðskipta átök og mögulega bara stríð við Kína og þar alveg þetta bara töf og eyðilegging á stefnu þeirra að vera fastir þarna í Miðausturlöndum. Já, eins og það fer eitthvað skilgrunum hagsmunum Bandaríkjanna en ég held að það geta allir verið sammála það að það ekki í þeirra hag að styðja við þetta rogue state sem að vera að ganga hérna bersisgang Miðausturlönd og fremja þjóðamorð af því það veldur bara til þess að Bandaríkin og þeirra bandamenn og löndin sem styðja Ísrael að þau missa trúverðugleika í sjónum alþjóða samfélagsins, skilurðu. Af því að þú veist þetta bara þjóðamorð í beinni og þess vegna það ekki í þeirra hag sko. En samt gera þau það að því þau eins og John Mearsheimer sem við mátt fjalla sko, stjórnmálafræðingur John Mearsheimer sem að skrifaði notabenni bókina Ísrael-lobbyið, bókin sem heitir bara The Israel-lobby. Hann segir sko að Ísrael og Bandaríkin eru joined at the hip. Þetta bara eins og að Ísrael sé sko 51. fylkið í Bandaríkjunum. Þannig að þó að það sé annað land, þá einhvern veginn sko hegða Bandaríki sér eins og Ísrael sé bara hluti af Bandaríkjunum sko. Og þetta sé alveg einstakt samband að Bandaríkin hafa oft verið svona litið út eins og svo bandamenn einhverja þjóða en þeir bara svikið þau þegar þau vilja það. Við þekkjum bara dæmi Afganistan og alls konar lönd þar sem einhver öflinna ríkja hafa verið að treysta á stuðning Bandaríkjanna til lengri tíma. Þú nefndir Suður-Víetnam og Kúrdar í Írak. Það er út allan heim þar sem eru sko þjóðir og hópar sem hafa treyst á stuðning Bandaríkjanna en á endanum svíku Bandaríkjanna vilja setja alltaf sína hagsmuni fram yfir. En það á ekki við Ísrael. Það er eitthvað fyrirbrigði þar sem að Bandaríkin taka hagsmuni Ísraels fram fyrir sína. Sko það er náttúrulega heil mikið umfæðsinn út af fyrir sig af hverju stuðningur Bandaríkjanna og Ísrael er svona mikill sko
og það, við getum tekið alveg heilan þátt bara í fjallið það, því ég meina það sko Ísrael-lobbyið og það sko þessi kristni síonismi, það líka bara það sko hvað kristni sko ekki bara sem trúarbrögð heldur sem eitthvað svona pólitísk hugmyndafræði hefur mikil ítök í Bandaríkjunum og það veldur því að sko margir Bandaríkjamenn ekki bara svona þessi svoköldu evangelicals heldur bara kristni menn almennt einhvern veginn styðja Ísrael af því þeir líta á þetta sem sko þú veist að þetta heimaland gyðinganna og það einhvern veginn mikilvægt þeirra heimssýn í þeirra trúarbrögðum. Það eru sameiginlega óvinni sem eru villitrúamenn og múslimar. Og þú veist það bæði þetta sko þessi trúarbrögð og svo verður þetta líka þetta Clash of Civilizations dæmi að við, að skilur Vesturlönd, Bandaríkin, við erum lýðræðisríki og Ísrael einhvers konar útangi á vestrænni siðmenningu í Austurlöndum, eina lýðræðisríkið í Austurlöndum og þá þetta eins og segir átök sko á milli vestræna siðmenningar og síðan það má greina rasismann í þessu gegn ósiðmöntu villimönnunum og villutrúamönnunum muslimónum, skilur það er líka eitthvað svona element í þessu sko. Bush yngri, hann bara lýsti yfir að vera hann hóf stríð í Miðausturlöndum, hann líkti við krossferðir. Já. Þannig að það væri barátt okkar við villimenn. Og það var líka haft eftir honum sko, mér minnir að það hafi verið Mitterrand eða forseti Frakklands einhvern tímann að fundi með Bush og þegar hann var að tala sko innrásin í Íraksstríð 2003 að þá kom óvart sko að Bush var ekki að tala Gog og Magog sem eru einhverjar fígúrur sko í Biblíunni, í Gamla testamentinu, hann var að vísa í einhverjar sko spádóma í Biblíunni að þú veist innrásin í Írak að þetta var skilur hluti, þú veist að svona kristnir bóksastrúamenn þeir hafa svona ákveðna heimsendafræði. Þú veist þarna opinberunarbókin og það einhver hugmynd að sko að þegar heimsendir á sér stað og Kristur kemur aftur þá verða eitthvað mikið stríð á jörðinni og það þessir Gog og Magog, þetta einhverjir biblíu spádómar, þeir tala bara opinskátt þetta sko. Þannig að þessar hugmyndir eru þarna líka sko. Og í þessu andrúmi verða allar úrslitur bara framtíð mannkins og sálarhrill allra. Og þá má líta á þetta skilur þetta mikla showdown núna á milli Ísrael og Íran sem á að róta alls íls, það einhver svona heimsenda pælingar í þessu skilur. En þegar eftir svona síðustu 6-7 mánuði, eða svona fyrir segjum bara svona áramótin að þá var að meta stöðuna þegar Ísrael ruddist inn í Gaza og þjóðarmorðið hófst að þá hurfu allar hugmyndir svona friðsamleg samskipti í Ísraels við önnur Arabaríki sem hafði verið svona þróunin kannski áratugin á undan og hvort sem að það var vilja stjórnvalda í hverju landi sem að oft eru kannski hlintar í Bandaríkjunum og Ísrael heldur en almenningur en það sem að gerðist var að það var eiginlega ljóst út af þessu þjóðarmorði að almenningur myndi ekki líða það að ríkin færu héldu áfram á þeirri braut að búa til eitthvað svona eðlileg samskipti við Ísrael eins og Ísrael var bara eðlilegur hluti þarna og að gleyma Palestínumálinu og það var eiginlega horfið út úr umræðunni fyrir 7. október. Þá held ég að ef ég hefði spurt fólk kannski bara í janúar, febrúar þá hefði fólk svona talið að svona innrás inn í Líbanon væri eiginlega skref sem að væri allt og hættulegt fyrir Ísrael vegna þess að það gæti sko sameinað enn frekar eiginlega öll Arabaríkin á móti sér. En hefur eitthvað breyst? Þetta orðið þannig að það sé fyrst og fremst sko Hamas, Hizbollah og Hútar og Íran sem eru í þessar andstöðu við Ísrael á meðan að öll önnur ríki svona halda að sér alveg höndunum. Sátarnir og Sýrlendingar, Jórdanir, Egyptar, Tyrkir. Já, það var náttúrulega þannig sko eins og segir að það er þessar ríkisstjórnir í ákveðnum Arabalöndum, sérstaklega sko Sádi-Arabíu, Jórdaníu og Egyptalandi sem eru sko hliðhollar Bandaríkjunum í líði með Vesturlöndum og hafa þess vegna sko verið að normalisera samskipti við Ísrael, taka upp eðlileg stjórnarsamskipti við Ísrael, það var þetta sem hét Abraham Accords og og það stemdi allt í það þangað til að 7. október átti sér stað sko. Málið með þessar ríkisstjórnir sem við erum að tala Sádi-Arabía, Jórdaníu, Egyptaland, þetta eru sko oft herforingjastjórnir eins og í Egyptalandi Sisi eða hann var hersöðingi sko, eða spiltar konungsstjórnir í Jórdaníu, Sádi-Arabíu. Málið að sko
En jáfnvel þær verða að taka tilliti til málið sko almenningur í þessum löndum mjög hlynntur skiluru að styðja málstað Palestínu. En það þessi stjórnmálelita sem að lítur á það sem sinn haga einhvern veginn sko að reyna að byggja friðsamlegri samskipti í Ísrael að því þau líðið með sko með Bandaríkjunum og Vesturlöndum skiluru. En það virðist ekki endurspegla sko almanna viljan í þessum löndum sko. Og svo eru lönd eins og Íran og ákveðin samtök þessar skæruliða sveitir í Írak og svo náttúrulega sko Hezbollah samtökin í Líbanon og Hútar í Jemen sem eru flokkur sem er sko róttækari samtök og oft skilgrein sem hryðjuverkasamtök og þau eru skilur mjög mikið á móti Ísrael og í baráttu gegn þessu sko. Og með meta innrásina og þjóðamorðið í Gaza sem árás á okkur. Já, og sem við verðum að svara sem heild. Og það mjög mikið svona samstæða sko í Arabaheiminum. Að því þetta náttúrulega sko samstæða sko meðal allra Araba og í Íslam svona ákveðin hugmynd að allir múslimar séu sameinaðir skiluru. Tala svipað tungumál og svo framvegis sko. Þannig að það auðvitað mjög mikið samstæða sko á meðal allra þjóða í Arabaheiminum með Palestínu sko og Palestínumönnum. Og eins og sé, og það þannig einnig meðal almennings í þessum löndum, í þessum ríkisstjórnum sem eru hliðhollari sko Vesturlöndum og voru að sko normalisera samskipti í Ísrael og það var meðal annars ástæðan fyrir því að Hamas ákváðu sko að fara í þessa aðgerð 7. október sem að þeir kölluðu Al-Aqsa flóðið aðgerðin 7. október. Það var vegna þess að þeir gátu ekki bara leyft sko þessu að ganga að Ísraeli myndi bara taka upp sko eðlileg diplomatísk samskipti við öll Arabalöndin og þá myndi sko Palestínumönnum bara verða gleymt þarna á Gaza skilur og þeir myndu bara rotna þarna í þessu fangelsi og eru bara gleymt sko. Þess vegna þeir lítur svo á að við þurfum að gera eitthvað sko. Og þetta hefur haft þau áhrif og hefur verið sko árangursríkt á þann hátt að þeir hefur tekist að fá alla á móti Ísrael skilur af því að Ísrael bara brugðist við með því að ganga berserksgang og fremja þjóðamorð og þá ekkert aftur snúið núna sko og svo ráðast inn í Líbanon í framhaldi af því sko þannig að það stefnir allt í einhvers konar showdown, einhvers sko heimsenda átök í staðinn fyrir að Ísrael myndi bara róa sig aftur niður og reyna bara það auðvitað væri samt sko ég myndi segja að það væri meira í hag Ísrael og væri klókari strategía. Það ekki í hag Netanyahu því að ef væri friður, samið frið og Ísrael væri ekki í stríði þá væri líklegt að það myndi ekki líða langur tími þangað til að ríkisstjórn Netanyahu verið að víkja á einhver önnur tæki við sem væri ótengt þessum átökum. Svo að tala sko það í hans pólitíska hag að bara hans eigin hagsmunir að halda þessum stríðum áfram af því að hann var mjög óvinsæll fyrir 7. október og það var mótmæli gegn honum og það var verið að rannsaka fyrir spillingu og það tala að hann myndi jafnvel lenda í fangelsi sko. Það er fangelsi fyrir spillingamál og þess vegna sko meðan að stríðið heldur áfram þá situr hann áfram sko. Og svo líka að því hann í stjórnarsambandi við þessa öfgamenn og þeir hafa sagt sko að ef það verið samið vopnahlé og svo framvegis þá myndi þeir segja þessu úr ríkisstjórnina þannig að ríkisstjórnin hans myndi brotna upp sko ef hann myndi sem vopnahlýða svo framvegis þannig að það einhvers konar pólitískir hagsmunir sem að halda stríðin áfram og við vorum að tala Biden það eru hans pólitískir hagsmunir sem vopnahlýða því að hann sko að líða fyrir það í kosningunum þetta þjóðamorð það ákveðin sko fylking innan demókrataflokksins sem að eru náttúrulega hafa verið að mótmæla sko ég meina stúdentarnir á háskólalóðunum í Bandaríkjunum og svo talaði með í Michigan margir múslimar sko og það svona battleground state, swing state sko og hann að missa atkvæði sko múslima skilur þannig að það eru líka svona pólitískir kosningahagsmunir skilur fyrir hann að semja vopnahlé sko og þess vegna talaði hann það og vildi gera það en hann bara getur það ekki því að hann hefur ekki einhvern veginn sko eins og við töluðum sko pólitísk kapital til þess að gera það og það eru pólitískir hagsmunir Netanyahu og hans ríkisstjórnar að halda stríðunum áfram bara endalaust sko. Og þá má spyrja sig að hversu miklu leyti þetta bara hans eigin hagsmunir eða þetta líka einhvers konar, eins og við vorum einhvers konar hugmyndafræði þessara öfgamanna sko, að við viljum núna sko þetta bara hafið skilurðu, bara þá milli góðs og ills, það bara the showdown sko, þetta minnir svolítið á seinni heimsstyrjöldina þegar Þýskaland nasismans fór í sitt stríð gegn öllum umheiminum, það var svona hugmynd meðal þeirra skilurðu að núna eru að skapa nýja heimsmynd skilur þú veist þetta voru svona ákveðin hugmynd sko að
og þegar Hitler fór í stríðið við Sovétríkin að þú veist, við ætlum að útrýma kommunisma, skilur. Það er vestræna siðmenning, henni stafar hætta af kommunismanum, þannig að við þurfum bara að ráðast inn í Sovétríkin og bara sem rót alls íls og bara útrýma þeim fyrir fullt og allt, skilur. Þetta einhver svona, eins og þetta svona heimsenda einhver sjónarhótt, skilur. Til þess að nýr heimur geti fæðst þarf að brjóta inn gamla. Þetta klassísk hugmynd sem að gengur með manninum í gegnum allar aldrir. En mjög rík núna. En við nefndum áðan Kína sem óska andstæðing margra í Bandaríkjunum. Kína sömuleyti tengist Úkraínustríðinu til dæmis með þeim hætti að viðskiptaþvinganir Vesturveldana á Rússland hefur leitt til þess að rússneskar auðlindir flæða suður til Kína og reynda til Indlands líka þar sem að verður lyftistöng fyrir indverskt efnahagslíf að fá ódýra olíu og fleira sem við meðal annars selja síðan aftur til Vesturlanda. Þannig að það blandast inn í það og Kínverjar hafa neitað að fordæma Rússa og neitað að taka afstöðu með Vesturveldunum. Kínverjar voru líka fyrir október voru þau svona að gera sig meira gildandi á þessum svæðum. Það var til dæmis hálfgerður friðarsamningur milli Íran og Sádi-Arabíu sem var gerður undir svona blessun Kínverja á sínum tíma og síðan BRICS löndin eru byrjað að teygja sig þarna inn á þetta svæði og eitthvað fleira. Eru Kínverjar að einhver leyti svona tengdir Íran eða eitthvað slíkt þannig að væri hægt að líta á þessi átök sem eitthvað svona hluta af átökum við Kína alveg eins og væri svo sem hægt að gera í sambandi við Úkraínu. Sko, náttúrulega Íran í BRICS ásamt Kína og Rússlandi og það þetta ekki formlegt ríkjasamband, þetta bara svona óbeint samband, en þessi lönd eru nokkuð skona bandalagi og bandalagið á milli Rússland og Kína hefur verið að styrkjast mjög og náttúrulega Putin og Xi hafa hist margoft og segjast jafnvel vera bestu vinir og núna eru til dæmis Kínverjar og Rússar farnir að gera sameiginlegar hernaðaræfingar saman og alls konar og þannig að sambandið milli þeirra hefur verið að styrkjast og á sama tíma ég veit ekki alveg með sambandið milli Kína og Íran en sambandið milli Rússland og Íran hefur verið að styrkjast og Rússar hafa verið að senda Íranum eldflaugar og loftvarnakerfi og Íranir eru mjög framalega í svona eldflaugatækni. Dróna á mótið ekki? Jú, Íran hafa verið að senda Rússum dróna sem hafa notað í stríðinu Úkraínu, alveg rétt Íranir eru með framalega í á drónatækni og eldflaugatækni þannig að þeir hafa hagað því að hjálpa hvorum öðrum með þú veist að þróa þessa tækni áfram og Íranir hafa til dæmis þeir hafa svo kallar hypersonic eldflaugar og ofur hljóðfráðar eldflaugar það er mjög hvað maður að segja hátækni legar eldflaugar sem þeir eru með og Rússar eru líka framalega í þróun þeirra og málið er að þessi lönd eins og Íran eru undir gríðarlega miklum efnahagsþvingunum frá Bandaríkjunum og Vesturlöndum og það var meðal annars út af með þeirra kjarnorkuáætlun og svo var gerður þessi samningur Iran Nuclear Deal sem Obama gerði við Íran og svo tók Trump við og hann saði sér strax tilbaka úr þeim samningi og þá voru setta heilmiklar efnahagsþvinganir á Íran og svo herti Trump einnig efnahagsþvinganir á Íran þannig að enda þessi efnahagsþvinganir þannig að þessi lönd sem eru undir efnahagsþvingunum Bandaríkjanna og Vesturlanda að það er ekkert skrítið að þau komi saman og myndi bandalag sín á milli og þá til dæmis við Norður Kóreu því við núna sáum við Putin fór nýlega í heimsókn til Norður Kóreu og svo eru fréttir af því að þeir hafa verið að senda vopn til Rússlands. Það er vísu óstaðfest, það hafa verið eitthvað voðalega íkjusögur og falsfréttir að þeir hafa verið að senda jafnvel herdeildir til Úkraínu sem reyndist vera falsfrétt en það er talað að þeir hafa sendt einhver skotfæri að því að það er merkilegt Norður Kóreu með þeir framleiða mjög mikið að skotfærum fyrir stórskotalið og hvers vegna eru Rússland, Norður Kórea, Íran, lönd sem Bush kallaði the axis of evil, öxarveldi ílskonar hvers vegna eru þau að koma saman? Er það eitthvað skrítið þessu löndur undir efnahagsþvingunum og Bandaríkjunum og Vesturlönd hafa verið að reyna að útiloka þau úr alþjóðasamfélaginu þannig að það var ekki skrítið að þau komið saman og það sem er svo merkilegt BRICS er að uppalega voru ekki bara 6 lönd uppalega BRICS og eftir að Úkraínustríðið braust út þá var svo merkilegt að það eru svo mikið 9 löndu sem hafa verið að sækja aðild að BRICS
að því við sáum sko, eins og segir, það einhvers konar ný heimsmynd að verða til sko. og heimurinn virðist líka að vera að skipta svolítið í tvær blokkir sko. Í kalda stríðinu voru náttúrulega sko Vesturlönd sem voru hluti af Bandaríkjunum gegn síðan sko Sovétríkjunum, kommunísku ríkjum sem voru hluti af Sovétríkjunum sko. Og það svipað núna eru ennþá með sko Vesturlönd hluti af Bandaríkjunum sem kallaði frjálsi heimur, the free world sko. En í staði fyrir að vera með þannig kommunísku ríkin, reyndar í Kína ennþá kommunist, þá eru þessi BRICS-ríki sko. Eins og við vorum að tala sko, bandalagið á milli sko Rússlands og Kína og svo náttúrulega Íran líka og löndum svo Norður Kórea og fleiri sko. Og náttúrulega sko svo eru sko löndin svo Indland og Brasilia í svona sérkennilegri stöðu því þau eru svolítið í miðjunni sko. Þau eru ekki í bandalagi með Kína en sko Indland hefur mjög mikið verið að fara svona milliveg sko. Þeir hafa til dæmis sko landamæradeilur við Kína en þeir eru heldur ekki sko að fara alveg með Bandaríkjunum og Vesturlöndum skilurðu. Og svo er Brasilia líka sko ekki beint í liði með Vesturlöndum skilurðu, hafa verið að kalla þetta friði í Úkraínu. Núna eru til dæmis það Kína og Brasilia eru að kalla þetta vopnahlýju sko í Úkraínu sko sem að Zelenský hefur gagnrýnt harðlega sko. Þannig að eins og segi þessi löndi svo Indland og Brasilia fara svona svolítið mitt í veginn sko. En það virðist vera svona sko þessar tvær blokkir sko, Vesturlönd annars vegar og svo öxulveldi ílskunnar eins og það eru kallið. Rússland, Kína, Íran, Norður Kórea. Sem að njóta þá frekar stuðnings Kína. Og ef það myndi, sem við vonum ekki, ef það stefnir í þriðju heimsstyrjöldina, við minnum í seinni heimsstyrjöldinu voru tvær blokkir, þá voru bandamenn og öxulveldin. Þess vegna kallaði búsetta öxulveldi ílskunnar sko. Af því ef það eru í þriðju heimsstyrjöldin, þá eru þau saman í liðið á móti okkur, skilurðu. Þessi aftur komið stríð svona eins og seinni heimsstyrjöldin var skilgreind að vera stríð mennskuna og mannúðina, að vera að drepa niður ílsku nasismans og það hafi verið þið góða sigrað í því stríði. Já. Og það það sem verið að stilla upp að nú hefjist aftur slíkt stríð. Já, við höfum það sérstaklega sko Rússland eftir innrásin í Úkraínu, þá var mjög mikið svona, verið að líka svo saman við Hitler og seinni heimsstyrjöldina. Þetta væri sko, já, eins og segir að það væri bara gegn hinu illa sko og núna heyrum við að sama Íran frá sko Ísraelsmönnum og Netanyahu sko. Íran sko einhvers konar þeir vilja útrýma öllu gyðingum segja sko. Þannig að það alltaf þessar samlíkingar við Hitler sko. Þú veist, Putin Hitler því hann réðist inn í Úkraínu, ég sé ekki alveg tenginguna en ok. Og svo eru sko Íran og þeirra proxies sem eru þá eins og ég kalla það, sem eru þá Hezbollah samtökin og Hamas. Þeir eru Hitler og nazistar þeir vilja útrýma gyðingum segja þeir sko. Sem alltaf ekki rétt sko. Þetta er náttúrulega mistökin að rugla saman gyðingum og Ísraelsmönnum sem skilgreiningun antisemitisma en þetta það sem ég segja sko. Það er farið langt með þessar líkingar. Nú er sífellt verið að vitna til Churchill eins og að Churchill hafi unnið seinni heimsstyrjöldina með staðfestu sinni en það var náttúrulega fyrst og fremst herir Sovétríkjanna og hergögn Bandaríkjanna sem unnuðu stríðið á Austurvígstöðunum. Bretar voru meira og minna í einhverjum herleiðangrum í Norður Afríku og sjálfum sér yfirlýsingar Churchill unnu ekki neitt en hann var með sterkt á baku sig þegar bandamenn urðu til með Sovétríkjunum og Bandaríkjunum en sambærilegar yfirlýsingar sigur ekki stríðið ef þú ert ekki með þessa bakhjarla á baku þig eins og getur kannski verið staðan hjá Zelenský sem er verið að draga upp sem Churchill okkar tíma að þótt að Churchill hafi haft allar þessar milljónir sovjetmanna sem að fjallu í stríðinu til þess að brjóta niður herafla Þriðaríkisins en þá er ekki þar með sagt að sá bakhjarlar síðu á bakvið Zelenský í hans yfirlýsingu. Já, og svo náttúrulega sko talandi það, núna sjáum við sko að á endanum vinnur herafli stríð sko, ekki staðfesta forsætisráðherra. Og við erum náttúrulega að sjá það núna að Rússar eru að vinna stríðið og og stuðningu við Úkraínu er svolítið að hjara út sko. En hver er staðan, fyrst erum komið þangað, hver er staðan á vígvellinum í Úkraínu? Já, við náttúrulega sjáum það sko að stefnir allt í að Rússar eru að vinna stríðið. Þeir hafa verið að sækja fram út nánast alla víglínuna og mikilvægasta orrustan sem hefur verið eða stað er náttúrulega þarna í Donbass og hefur verið frá sko ekki bara upphafi innrásar Rússa í Úkraínu 2022 heldur frá upphafi sko borgarastríðsins í Úkraínu 2014. Því þar hófust þessi átök, borgarastyrjöldin í Donbass sko. Og ég held að sé alveg þess virði að fara aðeins í söguna til þess að skilja það sem er að gerast núna.
að því að í borgarastyrjöldinni sem að hérna braust út í Donbass 2014, þá voru hérna valdaskiptin í hérna Kennigarði þegar Janukovic var hérna hrakinn á brott og ný stjórnvöld tóku við sem voru hliðhöll sko hérna Bandaríkjunum og NATO, að þá braust út þessi sko hérna, fyrst voru mikil mótmæli út alla hérna Austur-Úkraínu og þá voru við líka mótmæli í Krímskaga og þá sá Rússar tækifæri til þess að taka Krímskagan eins og við þekkjum, en það voru líka mótmæli þarna í sko austurhlutunum í Donbass, það eru þess að 2 borgir hérna Lugansk og Donetsk og það var það bara allsherjar uppreist sko og lýstu við sjálfstæði, það voru kallað Lugansk People's Republic og Donetsk People's Republic og það voru sko herdeildir hérna sem að sko hérna í Úkraínu sem að bara, af því að þetta eru sko rússnesku mennildi fólk og rússa sem búa þarna sem að bara fór í lið með uppreisnarmönnum og þá fór sko ríkisstjórnin í Kennigarði í stríð við þessu uppreisnarmenn og það var kallað anti-terrorist operation og reynda að ná þessu aftur á sitt vald þessum svæðum sem að höfðu skilið sér frá Úkraínu sko og þeir voru alltaf studdir af rússneska sambandsríkinu sko og í þessu stríði en tókst aldrei að ná Donetsk og Lugansk aftur á sitt vald en þeir byggðu þarna svona varnarlínur til þess að umkringja þessar borgir og þessi sko hérna svona fortified towns, hvernig sem maður kalla það, varnarvirki, þess að bæir sem að þeir byggðu upp sem sko hérna, varnarvirki, það eru bæir eins og hérna Avdivka, Vuhledar, Toretsk og það er bæri sem heitir New York, náttúrulega ekki borgin í Bandaríkjunum, heldur það er bara nafn á bæ þarna í Úkraínu sko og núna sjáum við sko að fyrst núna þessu ári hafa Rússar verið að ná þessum bæjum á sitt vald sko. Og þeir eru til dæmis núna eru nýjasta fréttir af því að þeir eru búin að umkringja sko Vuhledar sem að hérna er eitt sko virki hérna Úkraínumanna þarna í Donbass héraði og málið er að sko það er merkilegt að því að Rússar voru oft búin að reyna sko að storma Vuhledar áður og höfðu verið hérna það hefði misheppnast sko. Nei, þeir hefðu ekki náð borginni þarna í fyrstu sóksinni þarna fyrir 2022 í febrúar og mars. Já, sko það var þarna með 2013 sko reyndu þeir að ná Vuhledar og það voru mikla fréttir af því að þá voru sko það er ekki oft sem við sækja frem með skriðdryggum, þetta hefur verið svona skotgraða hernaðir sem fyrir heimsstyrjöldinni en það var þarna 2013 reyndu þeir að ná Vuhledar með skriðdryggasókn sko og þeir voru bara hraktir aftur og skriðdryggarnir eyðilagðir 23 eða? Já, það var einhvern í fyrra sko og það var alveg þekkt dæmi þegar það var svona misheppnuð árás þeirra á Vuhledar en núna eru þau búin að umkringja Vuhledar. Það er alla fréttir sem að hérna benda til þess og það er talað sko að hérna að þessi hérna herdeild sem er stödd í Vuhledar er hérna 70. önnur herdeild Úkraínuhers sem er ein þeirra besta herdeild að hún er umkringd og það eru óstaðfestar fregnir að því að þeir eru að semja uppgjöf sko og núna er deilt skilur munir gefast upp þessir hermenn sem eru umkringdir þarna munir berjast til síðasta manns eru Rússar þá búnir að ná Vuhledar þeir þurfa bara að hreinsa upp skilur þannig að þetta þykir vera mikilvæg frétt sko út af því að Vuhledar er með mikilvæg bær strategist sko, þetta er ekkert voðalega stór bær, frekar lítill, en hann er voðalega strategist mikilvægt staðsettur og þetta var svona þeirra helsta virki þarna á svæðinu sko. Og það er það sem er að gerast með þarna Vuhledar. En svo hafa Rússar líka verið að storma þarna eins og segja önnur virki eins og hérna Toretsk og New York og eru nánast að stóru hluta komin á þeirra vald núna sko. Og málið er að sko það var bær sem heit Avdivka sem að Rússar náðu á sitt vald sko fyrir þessu ári, í febrúar þessu ári. Og síðan þá hafa þeir bara verið að stímróla leiku við sko allt hérna þetta svæðið þarna í Donbass og núna eru þeir að nálgast sko mikilvægasti bærin í Donbass heitir Pokrovsk af því það er aðal sko hérna Transportation Logistics Hub aðal sko járnbrautastöðin og birgðastöðin á svæðinu birgðastöðin fyrir Úkraínuher og þeir eru komnir að útjáður í Pokrovsk Úkraínumenn eru búin að senda út fyrirskipun fyrir borgara að yfirgefa bæinn sko og það virðist ekkert að geta stöðvað Rússa núna. Þeir eru, það er svo merkilegt sko að þeir eru bara að ná þessum sko brinnvörðu bæjum, hérna fortified town á sitt vald sko. Sem að bendir allt til þess að varnir Úkraínumanna er að hrynja, skilur við. Og þegar þeir ná Pokrovsk, þá má segja að sko úrslitin hafa verið ráðin í þessari orustu Donbass sem hefur staðið síðan sko 2014. Af því það er mikilvægsta birgðastöðin þeirra og það er líka orusta í þessi staðum hérna Chasiv Yar. Eða munið sko aðalorustan í fyrra var Bakhmut og Bakhmut fjall þarna í fyrra vor og næsti bæjar eftir Bakhmut er Chasiv Yar og það er búin að vera stór orustan Chasiv Yar síðan þá og málið er að ef að Rússar ná Pokrovsk þá
skera þeir á hérna sem sagt sko tenginguna skilur þannig að Úkraínumenn geti ekki lengur flutt sko byrðir til Chassiv-Yar, þannig að þá fellur Chassiv-Yar líka skilur, það verður svona domino-effekt sko. Og þá geta Rússar líka farið sko að sækja fram annar staðar heldur en í Donbass að sko það borgin Zaporizhzhia. Zaporizhzhia hér það hérna Dnépr-fljótið sem skiptir Úkraínu tvennt og einn stærsta borgin í Úkraínu hérna Zaporizhzhia sem stór iðnaðarborg sem þarna á Dnépr-fljótinu og þó að Rússar ráði yfir stóran hluta Zaporizhzhia héraði þá ráða þeir ekki við borginni. Þeir hafa náttúrulega innlimað þetta hérað, þeir hafa innlimað 4 hérað sko. Það náttúrulega hérna Donbass sem eru Lugansk og Donetsk, Zaporizhzhia og Kherson. Og núna eru fréttir af því að þeir hafa verið að varpa sprengjum á Zaporizhzhia, sem sagt sko shelling, artilleri. Og hafa líka verið að sækja fram að Orikív sem hérna í Zaporizhzhia héraði. Það sami staður þar sem að gagnsókn átti sér stað í fyrra. Þetta gagnsókn Úkraínumanna sem misheppnaðist sko. Og málið sko að núna þegar þið ná Wúlidar og Pokrovsk þá leiðin opin að Zaporizhzhia skilur. Og það er talað um að Rússar séu með 130.000 manna herdeild þarna í suðurhlutanum. Þarna í Zaporizhzhia og það í kring sko. Og þá er spurning hvort það fara að sækja fram á Zaporizhzhia sko. Þannig að eins og sé, það bendir allt í það bendir allt til þess að þetta sé allt að hrynja sko. Og það er spurning sko hversu lengi náður að halda út sko. Fyrir 2 mánuðum eða svo þá fór herdeild Úkraínumanna inn í Rússland. Já, í Kursk. Hvað er þetta henni? Það er merkilegt með hérna sóknin þeirra inn í Kursk hérað sem að hófst fyrir cirka 2 mánuðum að hérna þeir fóru þarna inn á þetta svæði í Kursk sem er mest sko bara hérna skóland og hérna lítil þorp og eitt bær sem heitir Sucha sem náðu á sitt vald sko. Og núna hafa Rússar líka einnig verið að hrinda enn tilbaka þar sko. Og þeir hafa verið að sækja sko þetta korti, þá sjáu þið þetta svona eins og tangasókn. Þeir sækja að sko sunnamegin og norðamegin og gætu á endanum umkringt herliði sem er í Kursk sko. Og það er merkileg frétt sem ég las bara í dag að hérna ég talaði um hérna Wúlidar sem er í Donbass, að það er hérna einn besta herdeild Úkraínumanna er umkringt í Wúlidar, 7000 önnur herdeildin. Það fréttir því að þegar þeir fóru inn í Kursk sem var áður en að hún var umkringt, þá höfðu þau sent hluta af þeirri herdeild inn í Kursk. Það er talað um hvað það hafi verið mikið glabræði sko, að meðan varnir þeir eru að hrynja í Donbass, það sem að stærst og miklast orðin á sér stað, þá fóru þeir í eitthvað ævintýri þarna í Kursk. Sem að markmiðið var líklega að veikja hérna sókn Rússa með því að Rússar þyrftu að senda herlið til þess að verja Kursk, en niðurstaðan var svo að þeir voru eiginlega að veikja sínar eigin varnir og flýttu eiginlega fyrir sókn Rússa. Já, þessu hefur við líkt við hérna í seinni heimsstyrjöldinni, það er mjög gaman ofta að líka hlutum saman við seinni heimsstyrjöldina. Talandi Kursk, hérna, það var náttúrulega stærsta skriðdreka orrusta mannkynssögunnar og í hérna, seinni heimsstyrjöldinni var þarna orrustanum Kursk og þessu hefur verið líkt við hérna Battle of the Bulge eða The Ardennes Offensive. Munið hérna þegar bandamenn sko hérna, D-Day þegar þeir lentu í Frakklandi og voru komnir að landamæri Þýskalands og varnir þeirra voru einnig að hrynja á austurvígstöðunum, þá reyndu þeir síðasta stórsókn Þjóðverja í stríðinu var þarna í desember 1944 og fram yfir 9 ár í Belgíu eða Ardennes eða þar. Þá hugmyndin var að þeir myndu sko endurtaka Dunkirk. Þeir myndu sko sækja fram í Belgíu í Ardennes-skóginum og hérna umkringja sko hérna og sækja alla leið að sjónum og þá myndi Dunkirk endurtaka sig. Þeir myndu bara hrekja bandamenn frá sko meginlandinu skilur. Það er náttúrulega misheppnaðist og það tala um að þetta hafi flýtt fyrir endalöku stríðsins af því að þeir eyddu sínum síðustu reserve, sínum síðasta mannafla herdeildum í þessa sókn í Ardennes og það er talað um þetta Kursk, þetta er náttúrulega ekki nærðið eins sama stærðargráðu sko, við þurfum að taka það fram, þetta er mjög lítið sókn við sóknin í Ardennes, en þetta sé svipað að þeir séu sko, þetta er einhvers konar hérna last ditch attempt, einhvers konar loka tilraun þeirri sókn og sem að hefur það áhrif bara að flýta fyrir hérna endalöku stríðsins að þeir í staðin fyrir að nota herdeildina sínar á klókari hátt til þess að verja eins og Þjóðverjar, akkur sendur ekki allar herdeildinar á austurvígstöðunar þar sem aðalorrusturnar voru að eiga sér stað, skilurðu. Sama dæmi hérna, aðalorrusturnar eiga sér stað á austurvígstöðunum en í staðin þeir að senda sínar bestu herdeildir og jafnvel draga þær tilbaka frá Donbass í eitthvað ævintýri í einhverju skógi í Kursk, skilurðu. Og með þess að stuðningsmenn Úkraínu hafa gagnrýnt þetta og sagt að þetta sé glabræði, sko. Hvað er þeir eiginlega að gera, sko? Þegar ég horft á svona stöðuna svona herfræðilega þá er hérna í svona stríði
þar sem hefur verið að draga aflið úr andstæðingnum, að þá standa Rússar miklu betur, eru með miklu fleiri menn til að fórna og meðan að það byrjað að ganga á herlið Úkraínu, að bæði eru þeir fámennari og það er við erum oft talað um það hér að það eru svona hólur í aldurspíramídanum í Úkraínu hjá fólki sem er vanalega sendt á vígvöllin. Herliðið er orðið þreytt, það verið fréttir af því að menn hafi verið þarna í einhverjum átökum í meir en 2 ár og eiginlega aldrei fengið pásu. Þannig að því leyti þá ætti þetta að vera eiginlega svona, þetta getur ekki enda nema á einn veg að Rússar vinni stríðið á vígvellinum. Möguleikar Zelenský, kannski eins og Netanyahu í Ísrael, er að draga aðra inn í átökin til þess að verja sig og meðal annars að því að komi til ykkur að beinni átaka á milli Rússa og NATO og helst Bandaríkjahers. Það eru hagsmunir Úkraínu eins og Zelenský útskýrði þá og það eru hagsmunir Netanyahu eins og hagsmunir Ísraels eins og Netanyahu útskýrði, en það er ekki endilega hagsmunir NATO og Bandaríkjanna að fara í beint stríð eða starta stríði við Rússa eða fyrir vesturveldin að starta stríði við Íran. En það hins vegar getur gerst. Nei, já, það getur gerst, en við sjáum það að Bandaríkin eru ekki að fara að senda sitt herlið til Úkraínu, þau eru ekki að fara í beint stríði við Rússland yfir Úkraínu. Það eina sem getur mögulega að bjarga Úkraínu væri ef að Bandaríkin, NATO-ríkin myndu senda herlið til þess að taka beina þátt í stríðinu. Það er ekkert annað sem getur bjargað Úkraínu núna. Þeir eru að fara að tapa stríðinu. Eins og segir, þetta er war of attrition og þeir eru bara, það er bara búið að blæða út. Þess vegna er stríðið búin að taka svona langa tíma. Það er búið að taka næstu 3 ár. Það er að því að Rússar voru vísvitandi hægt og rólega að blæða út og núna erum við að sjá hvað gerist þegar að herinn þeirra blæðir út. Og eins og segir, Rússar eru með miklu meiri mannafla, miklu meiri getur þess að framleiða skotfæri og svo framvegis. Þannig að þetta er bara niðurstaðan. Það var eiginlega sveikt bara allt hagkerfið sitt í svona stríðshagkerfi og eru bara eins og eru í mikilli framleiðslu sem Vesturveldunum hefur ekki tekist að starta upp hergagnaframleiðslu. Nú er mikið talað um að Rússar séu stríðshagkerfi og ef við tölum um stríðshagkerfi, hvernig var þetta í seinni heimsstyrjöldinni? Til dæmis Bandaríkin í seinni heimsstyrjöldinni og Þýskaland og Sovétríkin, þau voru að framleiða 40% af landsframleiðslunni var að fara í hergagnaframleiðslu sem er alltaf gríðarlega stórt hlutfall. Þannig var það í seinni heimsstyrjöldinni, það er war economy. Rússa núna það er 10%. Þannig þurfum að gera greina með þetta er ekki saman hlutur. Kannski samanburðinu við Vesturveldi sem hefur ekki tekist að kveikja upp vopnaframleiðslu því að þau töldu sig geta stutt Úkraínu með því að senda þeim hergögn en svo kom bara fljótlega í ljós að þau voru að tæma eigin birgðir. Það sem er stórmerkilegt er að Bandaríkin eru með svo mikil hernaðarútgjöld, miklu meira heldur en Rússland. Þau eru með meiri hernaðarútgjöld þetta næstu 10 lönd samanlagt. Já, í peningutalið. Já, í peningutalið og ef þú tekur Bandaríkin og öll NATO-ríkin samanlagt, það eru 70% af öllum hernaðarútgjöldum í heiminum. Margfalt á við Rússland. Þrátt fyrir það, eins og segir, þrátt fyrir að öll Bandaríkin og öll Vesturlönd, NATO-ríkin eyði margfalt meiri peningum í hergagna, í herútgjöld, þá er Rússland samt að framleiða meiri skotfæri og fleiri skriðdreka heldur en Bandaríkin og öll Vesturlönd samanlagt. Þetta er alveg merkilegt. Hljómar eins og að Vesturveldin séu bara gríðarlega spilt að þeir peningar sem eru teknir úr almannasjóðum til þess að knýja áfram hervelina, að þeir skilir sig ekki endilega í framleiðslu, heldur skilir sig bara í hagnaði fyrirtækja og hitt og þetta. Og það eru margar ástæður fyrir þessu og það er meðal annars það að Bandaríkin er ekki lengur eins og þau voru þarna í seinni heimsstyrjöldinni. Þau er ekki lengur með þetta risastóra industrial base. Þessu verksmiðjum hefur bara verið lokað og þær hafa verið fluttar til Kína eða Mexíkó eins og er alltaf talað um. Það er talað um að í Þýskalandi er bara einhver ein verksmiðja sem framleiðir skriðdreka, skilurðu. Og hversu marga verksmiðjur eru í Bandaríkjum sem framleiða hann heimsótti nú þessa verksmiðju Zelenský, hann fór í nýlega heimsótti Bandaríkjanna í Pennsylvania, hann heimsótti þetta verksmiðju sem að framleiðir skotfæri fyrir stórskotaleið 155 mm skotfæri. Það er eins og það sé bara einhver eina verksmiðjan, skilur. Það er svo fáar verksmiðjur og þetta er alltaf verið hólað innan á nýfrjálshyggjuárunum. Þetta er náttúrulega nýfrjálshyggjan,
og Vesturlönd að framleiða mjög dýr vopn, þau eru miklu dýrari í peningutalið heldur en sko eitthvað ódýrt gamalt sovjetdrasl, skilur en þá kannski kemur ódýra drasl þessi betur að því það er ódýrara, það er að framleiða meira magnaði. Eins og hefur var nefnt á sín tíma með írönsku drónana sem voru hræbillegir en það spandir, Úkraínumenn spandiruðu rándýrum sko eldflugum vesturveldana á móti til þess að skjóta það niður. Já, alveg rétt. Kostaði kannski 150 skall drónin en kostaði marga milljónir eldflugin sem var mótuð til að ganda honum. Það er svona leið til þess að láta menn bara blæða út. Sérstaklega hérna þegar kemur svona lofthernaði og svona loftvörnum, þá verður þetta svona, eins og segir, reikningsdæmi sko, hvað er sko kostnaðarsamara, hérna hagkvæmara, skilur við. Að ef þú getur sko framleitt fullt á ódýrum eldflugum og drónum, þá ert alltaf að fara að vinna í svona stríði ef þú þarft síðan að reiða á eitthvað rándýr sko hérna loftvarnar skeyti, skilur við. Því þú ert bara að fara að klára þau og þú ert bara að fara að klára peningana, skilur við. Og svo var náttúrulega Vesturlönd að dæla peningum til Úkraínu, en sko það sem að skipti máli eru vopnin sjálf og þau bara, Vesturlönd, Bandaríkin, framleiða bara ekkert voðalega mikið af vopnum lengur, sem er alveg merkilegt með hversu hernaðarútgjöldin eru, sko. Og það eru margar fréttir af því að þau hafa sko mörg beinlýst tæmt sínar vopnabirgðir, hafa bara sendt allt til Úkraínu og það hefur bara verið brennt upp. Og við erum að sjá það sko hvers vegna eru núna Úkraínumenn með sko vopnaskort á skotfærum. Það er talið að þeir hafa varla nein sko hérna loftvarnarkerfi lengur. Þeir eru bara búin að klára skotfærin í loftvarnarkerfin. Þess vegna Rússar eru líka alveg endalaust að gera sko hérna dróna og eldflugárásir á Úkraínu og það er að því að þeir eru ekki lengur með getu til þess að sko verjast gegn þeim, skilur við. Að hérna Þannig að því að nefndi áðan sko staðfestu Churchill og Churchill nútímans sem að menn vilja mála Zelenski upp og þá munurinn sá að þegar Churchill sýndi sína staðfestu þá var það með hergagna afl Bandaríkjanna og tækni þeirra og svo mannafla hérna Rússa en Zelenski yfir hvort. Það er hérna beint quote í Churchill I will drag the United States in. Það var hans strategi, skilur, ég dreg Bandaríkin og eins og segir, á þeim tíma voru Bandaríkin það var náttúrulega málið sko að þau voru að koma úr kreppunni miklu og þá var svona bounce back, eða hvernig maður að kalla það sko að þetta er eitt af mest efnaðasundur sem átt sér stað í mannkynssögunni var þarna Bandaríkin í seinni heimsstyrjöldinni mesti hagvöxtur sem átt sér stað sko í kapitalísku ríkjum, af því það var líka mjög hagvöxtur í Sovétríkjunum, en það er annar mál mesti hagvöxtur sem átt sér stað í Bandaríkjunum í þeirra sögu var þarna í seinni heimsstyrjöldinni af því þau byggðu upp hergagninu og einn tala sem er alveg ótrúlega, vissu þið það, þeir framleitu sko 200 flugmóðurskip á stríðsárunum, þetta er alveg ótrúlegasta tala sem ég nokkuð með heitt að hafa framleitt 200, að því þú veist hversu mikið af flugmóðurskipum er framleitt í dagskildu, þau framleitt 200 flugmóðurskip í hérna seinni heimsstyrjöldinni, þá voru þau með sko hérna, það er talað sko industrial base, sem sagt hérna getuna til að smíða skip, Bandaríkin voru bara með, þú veist, meiri hluta af allir getur til að smíða skip í heiminum í dag, en þau eru ekki með það lengur, sko. Hérna, þetta mikla efnaðasundur Bandaríkjanna og hvernig átti það sér stað, það var í gegnum, hérna, miðstýrðan, hvað maður að kalla það, hérna, central planning, hérna, áætlunarbúskap. Það var sett upp hérna svona central planning board. Þá voru traktorsverksmiðum breytt í skriðdagaverksmiður og þar höndugötunum en það er ekki grunnur er ekki lengur í Bandaríkjunum. Nei, það er merkilegt sko, það hefur svo lítið verið gert af því núna þú veist, það er það að tala um að styðja Úkraínu, við þurfum að senda þeim meira í vopnum. Akkur gerið þá ekki eitthvað í því? Akkur gerið ekki eitthvað til þess að hérna byggja upp, skiluru, hérna meiri hergagnaframleiðslu, þú veist, fjárfesta í meiri sko verksmiðjum, það hefur svo lítið verið gert í því. Þá má spyrja sig hvers vegna hefur ekki meira verið gert til þess að auka sko getuna til að framleiða meiri vopn, það hefur bara voða lítið verið gert sko. En við erum með þessi tvö krabbamein, það er í Miðausturlöndum og í Úkraínu og þú nefndir hérna þetta showdown sem við ætlum að tala að efna til 3. heimsstyrjaldarinnar. Já. Erum við að leiðinni þangað? Já, sko náttúrulega hérna stríðið í Úkraínu er mjög hættulegt af því að það getur verið sko hérna neisti sem að kveikir í 3. heimsstyrjöldinni af því að þarna erum við með sko stórveldin, kjarnorkuveldin, Bandaríkin og Rússland í óbeinum átökum við hvert annað og Bandaríkin hafa verið að senda hérna sko ekki bara senda háþróðu vopn til Úkraínu eins og þessi hérna þessar eldflaugar sem að þeir hafa verið að nota heldur eru þeir einnig að aðstoða þeim við að skjóta þeim af því að til þess að sko hérna geta skotið eldflaugum
þá þurfa þeir intelligence, þeir þurfa upplýsingar, þannig að þeir eru sko með afnotað gerðinhættanet í Bandaríkjanna, skilur. Ef að, þú veist, hvaðan fá þeir allar þessar upplýsingar sem við þurfa til þess að geta sko háð hernaðaraðgerðir á vígvöllunum og þess að geta skotið eldflugum á sín skotmörk í Rússlandi og svo framvegis, það er í gegnum upplýsingarnet Bandaríkjanna. Þannig að sko Bandaríkin eru meira heldur en óbeint aðila stríðinu og þess vegna hafa Rússar verið að vara við þessu sko að leyfa ekki þess að deep strikes að skjóta þessum eldflugum djúpt inn í Rússland. Líta á það sem rauða línu og þeir líta á það sem þeir hafa skilgreint þannig að það eru bara Bandaríkin að skjóta þessum eldflugum inn í Rússland. Þeir líta svo á að það eru bandarískir sérfræðingar sem að koma þarna að þessu og þeir þurfa að láta það að fá upplýsingarnar fyrir skotmarkinu og það allt saman. Svipað og bara palestínummenn gera þegar forseti Bandaríkjanna er að tala um opnahlu og frið og þá bendar á að sprengjurnar sem hefur verið að varpa á okkur og aflið sem er notað gegn okkur er meira og minna kostað af Bandaríkjunum. Já, og þess vegna náttúrulega stúdentar sem hafa verið að mótmæla þjóðamörnum að Gaza á háskólunum í Bandaríkjunum er alltaf að benda á þetta skilur að það eru Bandaríkin sem skaffa öll vopnin og eru bara fueling the genocide eins og þau segja sko. En málið sko var þetta þriðja heimsstyrjöldin á Rússland, þannig að þarna er hættan sko að svona átök á milli stórveldana sko. Og svo náttúrulega hefur heilmikið verið að gera þessi kjarnavopnamálin sem við kannski föllum í öðru þætti, það er svo mikið að segja í þeim málum sko. Sem er þitt sérfræði svið, þú ert að rannsaka kjarnorkustríð. Já, hugmyndina kjarnorkustríð. Já, og þessar strategíur og þessi doktrín og það allt saman og núna voru Rússar að uppfæra sitt sko nuclear doctrine sko. Og það virðist beinast gegn þessi sérstaklega sko að sé verið að skjóta eldflugum inn á þeirra svæði af því það sem að þeir breyttu var það sko að áður var það þannig að þeir áskiluðu sér aðeins rétti svona kjarnorkuvopn ef að kjarnorkuvopnum er beitt gegn þeim eða tillýst ríkis sem stend í hættu þannig sem dæmi seinni heimsstyrjöldin Wehrmacht er að marssera að Moskvu skilur eitthvað svona þannig scenario sko en og þeir gáðu út opinberlega sko plagg það sem þessu er lýst sko hver er þeirra stefna fyrir notkun kjarnavopna. Núna voru þeir að breyta því og Putin sko útskýrði á blaðamannafundi eða í ræðu hvernig það er breytt og núna er það þannig sko að þeir áskilja sér rétt til þess að beita kjarnavopnum gegn ríki sem hefur ekki kjarnavopn ef það ríki er sko í bandalagi við kjarnavopnaríki og ræðst á landið. Þannig að það sem að þetta geti átt við er til dæmis Úkraína sem hefur ekki kjarnavopn en er í bandalagi með kjarnorkuveldi eins og Bandaríkjunum myndir ráðast inn í Rússland. Þannig að það er það sem að þýðir að núna getur þeir samkvæmt þeirra nuclear doctrine beitt kjarnavopnum og þetta á líka mjög sko að Rússar eru með þarna Kaliningrad svæði sem er umkringt af sko Póllandi og Litáin og það hafa verið alls konar hugmyndir að ráðast inn í Kaliningrad sko. Og þetta er ekki eitthvað djók, það hafa verið sko alvarlega verið rætt það að ráðast inn í Kaliningrad, þannig að þá getur maður sé fyrir sko ef að Eystrasaltsríkin eða eitthvað svoleiðis myndir ráðast inn í eða Pólland sem hafa ekki kjarnorkuvopn eða þau myndir ráðast á Kaliningrad en þau eru skilur í bandalagi með Bandaríkjunum, þá eru þau núna búin að áskilja sér rétt þess að beita kjarnorkuvopnum gegn skilur. Þannig að það er þessi breyting sem var sér stað og einnig það að núna eru þeir komið með svokallar nuclear umbrella yfir Hvíta-Rússlandi. Þeir komið í kjarnorkuregli yfir Hvíta-Rússlandi, líta svo á að Hvíta-Rússland er rauninni bara svo hluti af Rússlandi. Þannig ef eitthvað ríki ræðst á Hvíta-Rússland þá getur Rússland beitt kjarnorkuvopnum gegn því ríki skilur alveg eins og ef það er ráðast á Rússland. Sömu forsöndum og þeir voru þú veist að skilgreina. En við skulum taka það einhvern tíma seinna að ræða hættuna á kjarnorkustríði og svona mismunandi afstöðu ríkja til þess hvenær vopnunum er breytt og í hvaða tilefni sem að er í breyttum heimi er líka breytast og skiptir máli fyrir okkur að vita og þekkja því að það er margir sem haldaði fram að við höfum eiginlega aldrei verið nær einhverju kjarnorkuátökum frá seinna stríði. Það er rétt sko og heilmikið eins og sé að gerast sko í þessum kjarnorkuvopnamálum og við sjáum hættuna við það í tengslu við Úkraínustríðið en talandi sko þriðju heimsstyrjöldina þá er náttúrulega átökin með Austurlöndum eru líka mögulegur neisti sem að geti leitt til þriðju heimsstyrjöldarinnar af því segjum ef að sko núna ræðist Ísrael inn í Líbanon er í stríði Hezbollah Íran kemur inn til að styðja Hezbollah og þá er Ísrael komin í beint stríði Íran og svo dragast Bandaríkin inn í stríð Ísrael við Íran og Rússland dregst inn í þau átök að því Rússar eru bakhjallar og stuðningsmenn og bandamenn Íran og þá er ég að tala skilur seinni heimsstyrjaldar scenario skilur að við erum með sko bandamenn og öxulveldin og þá eru skilur Vesturlönd, NATO, Ísrael saman, ein blokk gegn sko BRICS, gegn Rússlandi, Íran, önnur blokk, þarna eru við konum með svona þriðja heimsstyrjaldar scenario skilur. Þannig að það
ekkert sko ómögulegt, það gæti alveg gerst, þess vegna þurfum við að hafa þetta í huga og þetta mjög óhugnalegt ástand sko. Og þetta gríðarlega mikil púðurtunna þarna í Mið-Austurlöndum, eins og segi, og sérstaklega sko hvernig ráðamenn í Ísrael að hegða sér sko. Þetta, eins og ég man ekki eftir að séð svona sko síðan bara í seinni heimsstyrjöldinni, því þetta einhver hugsun að núna það er bara the great showdown, það er bara heimsenda átökin, það er bara því góða að komið í baráttu við í illa og það er svona heimsstyrjaldar scenario. Þannig heimsstyrjöld ekki bara óumflýjanleg, heldur raunverulega eftir svona verð, því að hún eiginlega, við verðum að komast í gegnum hana til þess að komast í nýja heimskipan. Já, svo líta þeir á og þetta er náttúrulega hugmyndafræði sem innblásin af einhvers konar trúarbröðum, af því að í trúarbröðunum, sérstaklega hjá kristnum síónistum, þá er þessi hugmynd að þegar heimsstyrjöldin verður, þegar kristinn kemur aftur, þá verður eitthvað svakalegt stríð og það er sko stríð milli sko Guðs, hins góða og síðan hins illa Satan og þá er skilur Íran er Satan og þeirra herdeildir skilur. Þetta er hugmyndafræðin sko. Tjörfi Schött, kæra þakki fyrir að koma hingað og fara með okkur yfir 2 stríð og möguleg stríð og næstur að kemur þá tölum við kjarnorku, möguleikana kjarnorkustríð. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.